raun, þá ég persónulega, ég sakna ekki mikils frá Íslandi. Ég var feginn að losna úr veðrinu og já, í raun og veru veðrahamnum á Íslandi. Þannig að veturnar og sérstaklega fyrir norðan voru ekki mjög skemmtilegir. Þannig að ég er mjög sáttur hérna. Dalvíkingurinn Helgi Helgason flutti til Spánar ásamt fjölskyldu sinni fyrir 16 árum og rekur nú 2 Subway-staði ásamt eiginkonu sinni Birgitti Bengtsson á Benidorm. Helgi er menntaður matreiðslumaður. Hann lærði á Múlakaffi og rak tíma veitingastæðin Crown Chicken og Akureyri í samstarfi við annan, auk þess sem hann starfaði í áratug sem matreiðslumaður á togurum Samherja. En hvernig kom það til að hann fór út í veitingarekstur á Spáni? Sökin hjá konunni. Hún meðan ég var að sjó þá fór hún að stunda það sem hún kallaði sunnudagar og sund og Subway. Þannig að hún tók alltaf krakkana í sund á sundum og svo Subway eftir. Þannig að henni líka svo vel við þetta. Þannig að hugmyndi mín var alltaf að opna íslenska veitingastað á Spáni. En síðan kynntum við fyrir Subway og þetta þróast út til þetta. Við flytjum síðan á, þetta var að gerjast í svona ár. Og skelltum og fórum fyrst út og skoðum og kíktum hérna á Benidorm og ekki alveg viss hvað við ætlum að opna. En enduðum svo hér og það er bara svona. En þið höfðu verið töluvert á Spáni áður? Já, við vorum búin að eiga sumarhús niðri í Torrevieja í 10 ár og þannig að við vorum búin að vera hérna alltaf mislengi. Ég var svona 2-3 vikur á ári en hún var 3-4 vikur með krakkana. Þannig að við þekktum alveg Spán en samt túristi á Spáni er allt annað heldur en að búa á Spáni. Það er alveg svart og hvít. Þetta er ekki bara sjórströnd og sæla. Þetta er hellingsvinna til að gera hlutina vel. Auk þess að reka 2 Subway-staði á Benidorm starfar Helgi einnig sem svæðisstjóri hjá Subway International. Hann segir keðjuna vera í mikilli sókn á Spáni. Þar eru nú 55 Subway-staðir en eftir 2-3 ár áætlar hann að þeir verði orðnir 100 talsins. Á Benidorm eru helstu viðskiptavinir Helga erlendir ferðamenn en Spánverjarnir koma þó í auknum mæli. Þeir náttúrulega eru með sína tapasbari og selja samlokur á hverju einasta götuhorni þannig að samkeppnin er gríðarlega erfið en þegar við okkur tekst að ná þeim inn og smakka vörun okkar og þeir sjá hvað við erum að búa til og hvernig við búum það til, við bökum brauð á staðnum og fersleikin hjá okkur og við búum samlokurna til fyrir framan kúnnan að þá er ekkert vandamál. Þeir koma aftur, þeir eru búin að læra kerfið okkar og elska vörun okkar. Þannig að þetta er bara spurning tíma. Við erum að vaksa, þannig að þetta er bara spurning tíma hvenær við verðum stærsta samlokurkeðjan hérna á Spáni. Hvernig er að vera í rekstri hérna á Benidorm? Nú er náttúrulega veitingastaður hérna við veitingastað. Það eru 1600 barir og veitingastæðir á Benidorm, þannig að samkeppnin er alveg gríðarleg, þannig að þú verður að vera með eitthvað sem aðrir hafa ekki, skera það út úr fjöldanum. Og þess vegna fóru út í það að opna keðju frekar að vera með okkar eitthvað eigin sem við þurftum að byggja upp frá grunni. Þannig að njótu góðs að því að merkið, þó svo við heldum að væri þekktir við kominga til Spánar, sem það alls ekki var, þá er það svona hægt og sígandi að byggja þessu upp. En það er ekki auðvelt að vera í rekstur á Spáni. Reglurnar eru mjög erfiðar, samningar við starfsfólk eru mjög strangir og skattagreiðslur og greiðslur inn í sósíalinn eru mjög háar. Það eru 35% greiðslurnar sem þurfum að greiða ofan á laun, þannig sem fer til ríkisins. En á móti þá njótum við þess til dæmis í sambandi við sjúkrahús og annað svoleiðis, við borgum ekki krónu. Þannig að þegar þú ert komin inn í kerfið, þá er þjónustan alveg meiri háttar, alveg rosalega góð. Margir tengja Benidorm við djamm og dúndrandi diskotek en Helgi segir borgina hafa upp á svo miklu meira að bjóða. Benidorm er allt fyrir alla. Það geta allir fundið sína hillu í hvort sem er að njóta sólar á sands eða borða góða mat eða djamm út í eitt. Það er allt til alls hérna. Þannig að fer öllítið eftir á hvað árstíma þú kemur en yfir háannatíman þá eru hérna stór diskotek sem allir þekkja eins og Q og Pacha og KM og sem allir krakkarnir þekkja frá Ibiza og Mallorca og allt það. Þannig að við höfum allan pakkan hérna og svo er náttúrulega mikið af börum, við erum með enskt hverfið, það sem við köllum, það sem er mikið af ensku veitingastöðum og börum. Síðan er gamli bærinn með sína tapasbari og tapasveitingastaði og þar eru litlir pubbar og svona. Þetta er bara mjög fjölbreytt. Það er allt til alls hérna fyrir alla, fjölskyldur og djammara. Hvað með útivistarmöguleika hérna á svæðinu?
þeir eru frábærir. Við erum svona, hvað maður segja, fjallaprílarar, þannig að okkur finnst gaman að fara út í náttúruna og það er stutt í náttúruna hérna, þannig að það eru mjög fallega gönguleiðir hérna. Við erum með sjóinn og allt sem honum tengist, sjósportin, ég er að byrja að læra hérna kitesurfing, þannig að það er alveg brjálæðislega gaman, kajak, við höfum farið yfir sumari kannski einu sinni tvisvar í viku. Kafa út við Benidorm-eyjuna, það er hægt að fara á kafa, það eru köfunarskólar hérna í hverjum einasta bæ, seglskútur, sea-jets, það er allt hérna í sambandi við sjóinn, það er allt í sambandi við ströndina, sólina, þannig að þetta er rosalega fjölbreytt. Þrátt fyrir 16 ára búseta á Spáni er tengingin við Ísland sterk og eyðir fjölskyldan til að mynda alltaf jólum og áramótum á Íslandi en þar er elsti sonurinn búsettur. Margir Íslendingar hefðu líklega ekkert á móti því að feta í fótspor Helga og fjölskyldu og hefja nýtt líf á Spáni. Straumurinn hefur undanfarin ár legið til Noregs en er það kannski raunhæfur möguleiki fyrir Íslendinga að flytja til Spánar og fá þar vinnu? Það sennilega fer allt bara eftir menntun og hvernig þú ert. Dóttir mín hún var að koma úr háskóla í maí, miðjan júní þá kláraði hún háskólanámið sitt og hana vantaði sumarvinnu og hún sótt á 5 stöðum og henni var búið að vinna á þeim öllum. Þannig að þetta er svona, maður veit það ekki. Það er allavega í hennar tilfelli og það var í Madrid, þannig að það var ekki vandamál. En svo náttúrulega eins og hérna, það komi inn í dyrnar hjá mér 10, 15, 20 manns í viku með umsóknarblöð og er að óska eftir vinnu. En við náttúrulega ráðum bara örfá manneskjur á vorin og sem er að vinna með okkur yfir sumarið pluss fastafólkið. En heilt yfir þá er atvinnuleysi mjög mikið og mjög erfitt hjá ansi mörgum en þetta er mjög svæðisbundið og mismunandi eftir atvinnugreinu líka. Það er náttúrulega kannski fyrst og fremst það sem heftir Íslendinga, það er tungumálið. Að ef þú talar ekki spænsku þá getur þetta verið erfitt. Lítið svo náttúrulega svæðisbundið eins og allt annað. Það sem að túrisminn er mikill að kannski kemst upp með að tala ensku, fer eftir hvar þú yrðir að vinna. En heilt yfir að þú talar ekki spænsku þá hefur ekkert mikla möguleika á því að fá vinnu, þannig að þú verður eiginlega að hafa það